Takk hella. Einu sinni var lítil stelpa sem átti apabangsa. Hún var heilluð af honum og tók hann með sér hvert sem hún fór. Á kvöldin lásu þau saman bækur villt dýr og á nætunar dreymdi hana að lifa eins og Tarsan, með apann sér við hlið í frumskógum Afríku. Þegar hún var 23 ára lét hún drauminn rætast. Hún hélt til Afríku og hóf þar störf sem áttu eftir að umbreyta skilningi okkar á dýrum og okkur sjálfum. Með rannsóknum sínum sýndi hún fram á að dýr hafa flóknar tilfinningar. Þau finna fyrir sársauka, þau nota verkfæri, mynda sterk félagsleg tengsl og hafa einstaka persónuleika. Þau geta líka sýnt samúð, ekki aðeins gagnvart eigin tegund, heldur einnig gagnvart okkur. En því lengur sem hún dvaldi í frumskóginum, því betur áttaði hún sig á því að til að bjarga dýrunum sem henni þótti svo vænt yrði hún að yfirgefa þau. Helstu ógninar sem steðjuðu að þeim voru ekki aðeins skógareyðing, heldur líka fátækt. Þangað til heimamenn gætu fætt fjölskyldur sínar, gætu þeir ekki sett verndun dýra og umhverfis í forgang. Það er óraunhæft að ætlast til þess að sveltandi fólk hætti að veiða ólöglega eða fella tré ef það er eina leiðin til að lifa af. Fyrir þeim snýst þetta ekki siðferði, heldur einfaldlega lífsafkomu. Hún skildi að til að bjarga dýrunum var hún fyrst að hjálpa fólkinu. Hún stofnaði því góðgerðarsamtök með það markmið að bæta líf manna og dýra. Í dag hefur starf hennar haft áhrif á líf fólks allan heim. Frá stofnun þess árið 1991 hefur það hvatt ungmenni í yfir 100 löndum til að verða upplýstir leiðtogar í umhverfis- og dýravelferðarmálum. Þrátt fyrir háan aldur heldur Jane Goodall ennþá ótrauð áfram baráttu sinni fyrir betri heimi. Hún ferðast nær alla daga ársins og fræðir ungt fólk þær ógnir sem steðja bæði dýrum og umhverfinu, því þessi mál eru óhjákvæmilega tengd. Eyðilegging búsvæða, mengun, loftslagsbreytingar og iðnvædd dýraræktun hefur ekki aðeins áhrif á dýrin, heldur raskar vistkerfum og ógnar framtíð okkar allra. Með því að berjast fyrir dýravelferð stuðlum við að hreinna lofti, heilbrigðari jarðvegi og sjálfbærari framtíð og á sama hátt stuðlar umhverfisvernd að dýravernd. Boðskapurinn sem Jane leggur mesta áherslu á vonin. Þrátt fyrir að heimurinn standi frammi fyrir sívaxandi áskorunum hefur hún ekki misst trúna. Vonin það sem heldur henni gangandi. Vonin að við getum breytt farvegi okkar og gert heiminn að betri stað. Og hvað gefur henni mesta von? Kraftur ungmenna. Hún var sjálf 23 ára ómenntuð kona þegar hún byrjaði að breyta heiminum. Stelpan sem eitt sinn hélt á apabangsanum sínum og dreymdi frumskóginn var það einu mikilvægasta talsmanni dýravelferðar og umhverfisverndar sögunar. Hún sannaði að ein manneskja getur haft óumdeilanleg áhrif. Aldur ekki hindrun, heldur hvati til breytinga. Ungt fólk hefur rödd sem þarf að heyrast. Hugmyndir sem skipta máli og eldmóð sem getur umbreytt samfélögum. Jane Goodall aðeins eitt dæmi af óteljandi ungmennum sem hafa risið upp og barist fyrir réttlæti, náttúruvernd og framtíðinni. Heimurinn stendur frammi fyrir gríðarlegum áskorunum, en einmitt þau sem þora að hugsa út fyrir kassan, spyrja óþægilegra spurninga, leita lausna og neita að sætta sig við óréttlæti þau sem leiða okkur áfram. Ef við viljum betri framtíð verðum við að hlusta á unga fólkið, styðja það og gefa því pláss í umræðum sem móta heiminn. Það jú við sem munum erfa hann. Mig langar að lokum að skilja við ykkur með orðum sem Jane Goodall sagði á fyrirlestra hennar hér á Íslandi. Þegar fólk stendur frammi fyrir ógn sem hristir upp í sjálfsmynd þess, fer það gjarnan í vörn og neitar að horfast í augu við vandamálið.
Þess vegna duga staðreyndir einar og sér sjaldnast til að breyta skoðunum fólks. Eina raunverulega leiðin til að ná til fólks með því að segja þeim sögur. Þess vegna stend ég hér í dag og segi ykkur þessa sögu. Takk hérlega.